Góðan daginn og velkomin í vegvarp Vegagerðarinnar. Þessu sinni þá ætlum við að tala jarðgöng, hvernig það að byggja eða grafa jarðgöng á Íslandi. Eitthvað sérstakt við aðstæður hérna á Íslandi? Þetta öðruvísi heldur en í öðrum löndum til dæmis? Og við ætlum líka aðeins að kannski tala þetta vatn sem virðist birtast oft fólki mjög óvænt í göngum eða þegar menn eru að grafa göngin. Og svo ætlum við líka að skoða samfélagslega áhrif jarðganga á Íslandi, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir fólki í landinu að það séu byggð göng. Og til þess að ræða þessi mál eru komnir þeir Freyr Pálsson sem sérfræðingur í jarðgöngum hjá Vegagerðinni, Matthías Loftsson sem verkfræðingur hjá Mannviti og formaður Jarðgangafélags Íslands líka, og Akureyri Jón Þorvaldur Heiðarsson sem lektor á Háskólanum á Akureyri. Verið allir velkomnir. Takk. Ég var nú svona að hugsa að byrja að spyrja ykkur sérfræðingarna hvað eru jarðgöng eiginlega? Matthías, þú ert eldri þannig að þú færð að svara fyrst. Ég svara því. Jarðgöng, það er, já, eins og ég orðaði á það kannski, gat í fjall eða gat í gegnum jarðlög, berglög. Já, það er ekki flóknara en það. Það er ekki flóknara en það kannski. Eða göng í gegnum. Nei, göng frá A til B, inn á einum stað og út á öðrum stað. Það kemur að vega mannverkjum allavega. Og kannski vegur í gegnum fjall? Ef það eru veggöng, þá er það vegur, en síðan eru vatnsgöng og annars konar göng, járnbrautargöng eða hvað það er. En kannski aðeins svona sérstök spurning, á maður byggir maður göng eða grefur maður göng? Ég vil grafa göng. Já. Já, maður gerir nú bæði, sko. Það er mikið byggingar inn í göngunum það búið að grafa. Og vegskálarnir eru byggðir og ja, þetta svona blanda. En öðru leyti grafið í gegnum fjallið? Það grafið í gegnum fjallið, já. En það kannski, það sem ég held að fólki finnst kannski, áttast ekki alveg á hvað inn í þessum göngum, hvað verið að byggja inn í göngunum? Hvaða búnað þarf í göng? Já, þegar kemur að vegagöngum þá erum við náttúrulega að leggja veg í gegnum fjall eða undir fjörð eða hvað það er og í þessum göngum eru mjög strangar öryggiskröfur sem að hafa sem sagt sko ég segi til að það er ýmislegt lágmarkið sem þú þarft að hafa í göngunum eins og hvernig lýsingin á að vera og hversu mörg neyðarskot eiga að vera til dæmis og allt þetta og hversu stór og breiður vegurinn á að vera og svo framvegis og svo áfram er mikið af lögnum sem að taka þá bæði vatni sem að koma á bílónum og regnvatn inn í göngin og svo annars líka jarðvatnið sem að lekur inn og hóntera það. Þannig að það er mikil tæknibúnaður í göngum? Já, mikil tæknibúnaður. Og þarf þetta allt saman? Já, og alltaf að bætast við því að öryggiskröfur aukast og það þarf búnað til þess að fylgjast með og framfylgja öryggisreglum. Og eru göng örugg? Göng eru örugg. Já. Sem ég segi þessi öruggustu staðurinn til að vera á í jarðskjálfta, er það rétt? Já, svona oftast, held ég. Já, oftast neður það. Já. En hver er munurinn á jarðgöngum hér og erlendis? Já, í stórum dráttum, sko, þá er kannski ekkert mikill munur, sko. Eina svona er kannski að veggöng hér eru yfirleitt umferðarminni. Erlendis er þetta þá meiri umferð í göngum og þá meiri búnaður, meiri öryggisbúnaður. Allt eftir þeim reglum eða öryggisreglum sem þarf. Því það er mismunandi kröfur sem háð þá umferðarmagninu sem fyrir gegnum göngin. En svo getur líka verið náttúrulega aðstæður eru breytilegar frá milli landa og þá hvernig menn grafa göngin en göngur er göng sama hver En fyrir jarðfræðin er munur á Íslandinu náttúrulega aðeins yngra heldur en allavega Evrópa? Já, það er mikill munur á göngum á Íslandi heldur en kannski á meginlandinu
það er reynda mikill munur á milli landa á meginlandinu líka. En hérna erum við með ungt land og sem mjög lekt eins og þú ætlar að koma inn á eftir og það eru jarðskjálftar og það er heitt vatn og allt þetta sem þessi spennandi jarðfræði Íslands hefur upp á að bjóða. Það eru áskoranir fyrir okkur. Já, einmitt, af hverju kemur þetta vatn? Ýmist heitt eða kalt og menn alltaf að fá þetta ofan sig og verða alltaf jafn hissa? Já, sko, fjöll eru full af vatni, það má ekki. Fjöll það er ekki bara bergi, heldur eru sprungur og það er holrými og annað. Og þetta er fullt af vatni. Og ef göng eru grafin inn í sprungu, þá rennur vatnið úr sprungunni inn í göngin. Og ef þessi sprunga hefur aðgang að gropnari eða opnari berglögum, sko, eða jarðlögum og jafnvel upp á yfirborð, þá getur orðið mikið vatn. Og við þekkjum það úr nokkuð göngum hér og það kannski frægast nú gegnum göngin í gegnum fyrir vestan, Botnsdals og Breiðadalsheiðar. Breiðadalsheiðar og Botnsheiðargöng, ég man ekki hvort ég segja. BB, já, ég kalla það BB. Það er stöðugt vatn. Það er stöðugt vatn, já, og það er sprunga sem menn grói inn í og hún hefur nær upp í mjög brotin og opin berglög á yfirborði og þannig að það er mikið streymi, sko, þar inn og mikið, já, kalla þetta er mikið ákomusvæði, sko, fyrir sko vatn. Já, það safnast bara fyrir yfirborðinu og fer í gegn. Já. Og fer síðan til Ísafjarðar og þjónar þar fólkinu. Já. Sem var heppilegt. En hvað gerir Vegagerðin? Ákvæðurinn að leggja göng þarna út af því að það er hugsanlega ekki vatn þar eða getur við metið hvar gæti verið mjög lekt? Við gerum alltaf jarðfræðirannsóknir á undan og reynum að finna þessa sprungusveima sem eru gjarnan í jarðlögunum og þeir eru oft í tengslu við líka bergganga gamla sem lekt en við fáum bara litla sýn áður en við leggjum að staði að grafa göngin en að meðan greftið stendur og það eru boraðar könnunarholur langar á undan sér þannig að ef að maður krossar svona sprungu sem mikið af vatni þá getur maður þessum tilfellum allan að reynda að temja vatnið aðeins með sementið. En það gengur stundum erfiðlega? Já, það getur verið erfitt ef að sprungan er stór og vatnið er mikið og mikill þrýstingur á vatninu. Það má ekki gleyma að vatnsþrýstingurinn í fjallinu getur verið hátt undir bara það sem fjallið bergþekjan yfir göngunum. Já. Fleiri 100 metrar í sumum tilfellum. En væri þörf á því að rannsaka þessa jarðfræði betur áður en lagt af stað eða? Já, það er oft á tíðum, sko, en stundum er erfitt vik af því að við erum að grafa göngi gegnum háfjöll og það er kannski ekkert auðvelt að rannsaka það beint því að þú hefur ekkert aðgengi að yfir fjallinu, sko, og þú hefur það sem þeir nú oftast rannsaka bara mest við munnana og það sem hefur gott aðgengi eða getur búið til aðgengi að borholum en upp á fjalli það er mjög erfitt, sko. Hvernig er þetta rannsakað? Það eru boraðar kjarnahólur yfirleitt, rannsóknarhólur með kjarnatöku þannig að tekin sýni af berginu og svo er það kortlagt og mælt. Þannig að menn reyna að fá einhverja mynd af hvernig gæti verið inn í fjallinu? Já. Það hefur kannski sikkvoru megin við og svo reynir að tengja á milli. Já, og reikna út hvernig jarðlögin liggja þá eða bergið. Já, hvernig bergið liggjur og hlutfall berglaga og annað, sko. Já. Svo eru náttúrulega loftmyndir sem ennur að reyna að greina sprungur og merkingi. En Freyr, hvernig velur maður jarðganga stað? Hvernig velur maður hvar maður vill fara?
Já, það er að mörg að taka þar. Oft er það nú svolítið vegurinn sem að segja svolítið til þar, en líka sjálf munnasvæðin og hversu gott er að fara inn í fjallið á hverju stað fyrir sig. Og svo er að hitt að þetta er náttúrulega gríðarlega dýr mannvirki og meturinn er dýr, þannig að við viljum sem styst göng í gegnum hindrunina. Þannig að þetta er svona blanda af hlutum sem að... Já, svona sem henni verið að vega og meta. Já. En nú erum við búin að vera, eiginlega að byggja göng eða grafa göng svona nokkurn veginn stöðugt í ansi langan tíma. Og mætti vera stöðura. Já, og meira, jafnvel. En við gerum þetta er allt saman náttúrulega boðið út og yfirleitt er það, og eða alltaf erlendir verktakar sem bjóði með íslenskum. Hvernig stendur því? Getum við ekki gert þetta sjálf? Jú, sko það er kannski ástæðan líka, þetta er ekki nógu stöðugt, ekki nógu mörg göng. Íslenski verktakar hafa ekki verið með þann búnað yfirleitt, eða semst hafa ekki þann búnað sem þarf. Þetta er sértækur búnað sem þarf til að grafa göng, það eru borvagn og ásprautunarvagn og bergþéttingar græjur og fleira sem íslenski verktakar hafa ekki almennt, sko, þannig að oft á tíðum hefur það verið og yfirleitt í flestum göngum hér það hefur verið þannig að það er erlendur verktaki og innlendur íslensku sem búa til sem sagt svona sameiginlegt fyrirtæki og síðan er erlendi verktakin sem sér að grafa göngin og svo innlendi kannski að moka efnin út, sko. Þannig að hann hefur að ráða þeim grjótflutningsbílum og öðru slíku sem þarf. Já, þetta í jarðvinnunni svona meira meira í jarðvinnunni og meira svo í steypuvinnunni líka, sko, því að við þekkjum það að íslenski innlendi verktakir hafa þá þekkingu þar og búnaður sem þarf, sko. En er þetta þá svona sértækur búnaður og dýrbúnaður að það er erfitt að koma sér því upp? Já, það er mjög erfitt og dýrt að koma því upp ef þú hefur ekki stöðu að vinna fyrir tækin. Já, þú getur ekki treyst því að fá verk. Fá verk, sko. Nei, já, svo þarfst að halda starfsfólkinu í ákveðinni þjálfun, sko, og það þarfst að vera að grafa svolítið reglulega. En það væri æskilegra að vera að grafa 2 göng á ári eða alltaf í staði fyrir að vera kannski að grafa bara 1. Já. En til þess að tölvöld líklega peninga og láta vegagerðin kaupi sér eitt ekki borvagn og hendur hún gangandi. Já, ég er ekki alveg viss hvernig þið tekið í það. Allavega verktakabransanum sem vil náttúrulega fá að sjá þetta sjálfur. En við skulum snúa okkur aðeins hérna að öðru og fara norður í land. En Jón Þorvaldur Heiðarsson sem er lektor við Háskólann Akureyri þar og hefur svona aðeins skoðað þessi samfélagslegu áhrif. Jón Þorvaldur, skipta göng einhverju máli? Já, þau skipta náttúrulega verulega máli, enda annars var ekki verið að gera þau. Og já, ef þú vilt heyra mig segja svona hvaða leyti þau skipta máli, þá skipta þau mestu máli bara upp á það að reyna að svona þjappa samfélögum saman og stækka vinnumarkaði, stækka þjónustusvæði og svo bara ryðja burtu stundum hindrunum sem bara hafa verulega slæm áhrif á hvað maður segja, svona velferð fólks. En þið hefðu nú skoðað þetta eitthvað, hefur þetta haft mikil áhrif á, þannig að nærtækast kannski Héðinsfjarðargöngin þar sem verður til 1 sveitarfélag úr 2? Já, það er svona mörguleyti mjög merkileg vegagerð þegar þau göng voru gerð, því að þarna voru svona bæir sitt hvor megin við sitt hvorn endan og á veturna þá voru einhverju 200 kilometrar á milli þeirra, en svo þegar göngin komu þá voru þeir 17, eitthvað staðar þar um bil. Og jú, þessir 2 bæir þeir nýttu tækifærið og saminuðust og kannski var það þannig, ég ætla nú ekki að fullyrða það, en sko kannski var það næstu því þannig að sko bæjarkerfið öðru megin dugði báðum bæjum. Og þannig að það var hægt að náttúrulega töluvert miklu sparnaði hjá sveitarfélaginu og þarna sko var komin þá grundvöllur, hvort sem það var fyrir fyrirtæki eða fyrir skólastarfsemi, eitthvað slíkt sem var 2000 manns.
Og svo eru náttúrulega önnur jarðgöng sem svona kannski að tengja inn á einhver svona miðjusvæði og Héðinsfjarðargöngin voru í sjálfu sér þannig líka, þau tengdu Siglufjörð inn á svona Mið-Norðurland og inn á Akureyri, ef maður talar Akureyri sem svona þjónustu stöðina þar og þá komast þessi staðir náttúrulega í miklu betri snerting við þá miklu stærri vinnumarkað og komast að miklu meiri þjónustu og það er líklegt að til dæmis húsnæðisverð og svona hækki þá og gerir svona, getur haft mikil áhrif að það hvort að fólk svona hefur trú á staðnum og hvort að fyrirtæki vilja setjast þar að og slíkt. En fyrir Siglufjörð var þetta var nú svolítið svona kannski einn áþreifanlegast þar, hvað breyttist mikið með göngunum. Hvað breyttist? Eftir að göngin komu þá breyttist það til dæmis að það bara stöðu þróun sem var niður við í mannfjölda, hún bara allt í einu stoppaði þegar göngin komu. Og sérstaklega svona aldurshóparnir sem eru mikilvægir svona upp á framtíðina eins og ungar konur og slíkt, það hafði lækkað alveg mjög ákveðið þangað til að göngin komu og svo þegar komu þá bara stöðvast þessi þróun. Og síðan höfum við séð náttúrulega Siglufirði heilmikla uppbyggingu og mjög spennandi hluti og núna er þetta orðin svona einn mest spennandi staðurinn fyrir utan höfuðborgarsvæðið fyrir Reykvíkinga að koma og heimsækja. Og það eru göngin sem skipta sköpum þannig? Eða hvað? Já, það nefnilega má spyrja því það er náttúrulega einn fjárfestir þarna sem heitir Róbert sem fór í þessar fjárfestingar og maður var einmitt ofta að spyrja sjálfan sig að því býðum við hefði hann gert þetta allt saman hvað sem þótt að göngin hefði ekki komið og ég var með þessa spurningu í maganum einhver misseri og það endaði með að ég hringdi bara í hann og spurði hann þessar spurningar og hann sagði hann sagði ekki af eða á en hann sagði bara já, það hefði verið erfitt. Það hefði verið erfitt að fara í þessu uppbyggingu ef göngin hefði ekki komið. En hver á þá að velja hver er göng? Er það kannski á vegagerðin kannski ekki að vera að því, heldur svona menn eins og þú? Já, við vonum að við getum lagt svona eitthvað inn í það umræðu en í grunninn er þetta náttúrulega bara pólitísk ákvörðun og það er pólitísk ákvörðun hvað er lagt mikið í vegagerð og eins og þið voru að tala það er svona maður vildi nú til dæmis eins og svona síðustu misseri sem hefur verið látið í efnahagslífinu að það hefði verið minnst ein jarðgöng í gangi en við erum núna akkurat á svona hléi og það er svolítið skrítið þegar maður lítur yfir jarðgangagerð á Íslandi síðan byrjaði svona alvöru aftur eða svona alvöru veggangagerð að það hefur bara oft verið þannig að það hafi verið 2 göng í gangi og síðan ekkert og svo aftur 2 göng í gangi og síðan ekkert. Þannig að það er svolítið misskilningur sem maður heyrir hjá mörgum að það hafi alltaf verið ein jarðgöng í gangi einu. Það bara er ekki þannig þegar maður horfir yfir þessa sviðsmynd eða yfir þessa reynslu. En þú ert á sammálaðin félögum að það mætti alveg gera töluvert meira af því að byggja göng? Já, ég er alveg absolutt á þeirri skoðun og ég er svona þeim megin, það eru misjafnar skoðanir á veggjöldum en ég er þeim megin í þeirri umræðu að ég vil veggjöld og geta gert fleiri jarðgöng heldur en að sleppa veggjöldum og þetta gangi hægar. 20 ári er ekkert langur tími svona þegar maður horfir aftur á bak og þú heldur að greiðslu vilji fólk sé alveg nægur til þess að þau vilji frekar fara í gegnum fjallið heldur en að fara fram hjá því? Já, það er enda náttúrulega mjög misjafnt hvernig aðstæður eru og Hvalfjarðargöngin er nú kannski svona arðsamasta jarðgangagerð sem hægt er að finna á Íslandi og það er búið að gera þau og svo, hvað er þá best hentugt til að gera með veggjöldum, það voru Vaðlaheiðargöng en samt er það vegstyttingin töluvert minni og umferðin minni og svo er það náttúrulega þannig að þetta svona ef þú fer niður þennan lista þá náttúrulega minkar möguleikar á því að fara í jarðgangagerð þar sem hún getur látið veggjöld borga allt saman eða meginhlutann en svo náttúrulega
sjáum nú til, svo eykst umferð og hvernig þróast ferðamannastraumurinn og hvernig þróast búseta á landinu og hvað fjölgar okkur mikið og allt það, þannig að ég hef engar ágjörð því að það sé ekki grundvöldur til að gera fullt af göngum viðbót. En þau einmitt kannski leiða til fjölgunar eftir að búið að byggja þau, eða menn nota þau ekki eingöngu sem flóttaleið? Nei, alls ekki, sko. Og leið og þú ert búin að gera þetta, sko, að þjappa samfélaginu saman, þá hefur þú sem íbúi möguleika á betri þjónustu, fjölbreyttari þjónustu, þú hefur möguleika á fjölbreyttari störfum, ef að fólk að flytja inn á svæðið og annað fekk eitthvað áhugavert starf, þá hafa oft verið vandræði, sko, já, hvað þá makinn að gera, það miklu fleira störfum fyrir hann og þetta skiptir bara verulega máli. Einmitt. En ef við snúum okkur aðeins aftur að ykkur félagar, göng eru alls konar, eða þannig séð, og nú mikið talað á höfuðborgarsvæðinu stokka. Hver munurinn á stokk og göngum? Já, svona í megindráttum að þá stokkur að þá grefur skurð sem þú steypir svo raun og veru lokið yfir og með göng þar undir, meðan að jarðgöngin eru grafin ofan í jarðlögin með jörð eða berg eða hvað sem yfir þér. En sjálfa kröfurnar til innviðarins í þessum tegundum af mannvirkjum eru nákvæmlega eins, sko, sambandi öryggi og lýsingu og svo framvegis. Sko. Þannig að sumuleyti þetta áþekkt? Já, þetta eins og Freyr segir, sko, annars þetta bara stift göng og hins vegar göng í bergi sem eru grafin, sko. Það náttúrulega kannski má bæta við, sko, að við stokkana þá ertu með opinn skurð í landinu og með að vera að byggja. Með að vera að byggja, sko, mannvirki, meðan að jarðgöngin kannski fara undir og ber minna á, nema það sem verið að grafa þau frá, sko, með núna. Eru jarðgöngin þá betri, öruggari eða? Það fer allt eftir aðstæðum, sko. Stokkar eru náttúrulega í þéttbýli þar sem þau standa grunnt, sko. Göng þurfa að fara dýpra til þess að grafa því í bergi, sko. Lengri aðdraganda kannski? Lengri aðdragandi, já. En svona við förum nú að ljúka þessu. Þetta spurningin sko, nú erum við mjög mismunandi göng á Íslandi eftir því hvenær þau voru byggð, sum eru einbreið og sem við myndum nú sem ættilega ekki byggja í dag, heldur alltaf byggt tvíbreið göng. Eftir hverju erum við að fara? Hver þetta svona breytilegt? Já, það eru staðlar sem staðlar breytast. Já, við erum alltaf að breyta þeim. Já, ekki við, sko, nú höfum við haft mest til hliðsjónar, það norski veggangastaðallinn og þegar til dæmis Múlagöng voru byggð þá var leyfilegt samkvæmt þeim stafi að byggja bara einbreið göng með mætingarúrskotum fyrir að mér minnir alltaf 1000 bíla umferð. Nú því verið breytt og ég held að sé hætt eða hvort það umferð þurfa að vera, ég man ekki hvort það sé 200 bílar eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að ef Múlagöng verið byggð í dag þá hefðu þau verið eins og Héðsfjarðargöng. Já, samkvæmt staðlinum sem við færum þá eftir núna. Já, sem færum eftir í dag, sko. Og þetta strangur staðall? Nei, hann nú bara nokkuð sanngjarn. Það svolítið að bætast við meiri steypa í hann með árunum. Það kannski helst það sem að rífur aðeins upp kostnaðum, sko, miðað við í gamla daga, sko, þess að þeirra Múlagöng voru grafin. En með auknum kröfum þá þýðir það hver kílómetri dýrari? Hver kílómetri dýrari betur og svo við þetta bæta, sko, svo eru þarna slys í Ölpunum þegar að brunni í jarðgöngum og þá voru settar reglur hjá Evrópusambandinu lágmarksöryggi í veggöngum sem þeir kölluðu sameiginlega evrópska vegakerfinu sem nær þá yfir þá hluta okkar kerfi líka og þá þarf að uppfylla ákveðin öryggisbúnað og kröfurnar voru auknar svo í kjölfarið. Já. Eðlilega kannski? Eðlilega bara. En
Bara þá svona lokum, ég held að fólki finnist til dæmis bæði Norðmenn og ég tala ekki sérstaklega Færeyingar byggja miklu meira göngum heldur en við. Eru við eftirbátar? Já, við erum eftirbátar, það má segja það. Já. Svo við höfum sagt hérna fyrr, þá viljum við byggja fleiri göng, en Færeyingar, sko Færeyingar þó það sé lítið land, þá það raunverulega þéttbýlað en Ísland. Já. Þannig að og flest göng þar eru hlutfallslega fleiri styttri göng heldur en hér. Við erum að byggja kannski mörg okkar göngur og yfir 5 kilometrar eða meiri 5 kilometrar. En mikið af göngum, mikið að fara að skoða upp bæði í Færeyjum og svo í Noregi. Þetta mikið af göngum sem eru kannski innan við kilometr, sko, innan 5. Svona mjög stór hluti. Já, sem einfaldar eiga við allan hátt. Einfaldar eiga ódýrara og það skiptir náttúrulega kostnaðinu líka hlutfallslega per göng þá minni, sko. Já, má kannski nefna líka, sko, að náttúrulega Færeyjar eru þéttbýlað eins og hann segir og minna en þar eru með módel sem að þau borga niður göngin með veggjöldum eða í göngin sem sagt. Og göngin eru ofta að koma í staðinn fyrir ferjur sem eru dýrar. Já, þetta var sem neðansjógöngin og þessi tvenn sem eru að byggja núna, það leggjast af ferjur, sko, þar á milli. Og þannig að það svona hinn fjárhagslega akkur í því að... Já, og það meiri umferð í göngunum þeirra. Það komið arðseminni aftur eins og hann Jón var að tala sko. Það meiri arðsemi hjá þeim í þeim mörgum. Já, einmitt. Og hvað gerum við svo næst? Næsta dagskrá eru Fjarðarheiðargöng sem eru í verkhönnunina. Og hvenær ætlum við að byrja á þeim? Já, ef allt gengur eftir þá það næsta haust. Já. Haustið 23 verður það. Það verður fróðlegt að fylgjast með því og það mun taka nokkur tíma að grafa þau göng, hver eru löng? Já, það verða lengstu vegagöng landsins, þau verða 13,3 kilometrar og áætluð opnun þá haustið 29 ef allt gengur eftir. Ef allt gengur eftir og það er svolítið langur tími en það kemur á endanum endanlega. Og taka Siglufjarðarskarðsgöng í leiðinni líka. Já. Heyrðu, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að taka þátt í þessu vegarvarpi. Jón Þorvaldur, ég þakka þér fyrir þáttökuna að norðan og við kveðjum bara héðan úr vegarvarpi Vegagerðarinnar þessu sinni. Verið þið sæl.